Ágætu gestir, það er víst ekki þetta áhopa ráðherra hérna eins og ég gerði ráð fyrir. Það er ekki gott. Ég hefði verið gaman að tala við hann. Ég hefði getað sett svona ráðherrabrandara og verið með leiðindi við ráðherra eins og gamallega góður siður. Annar góður siður er að vera með leiðindi við lögfræðinga en ég þekki enga lögfræðinga hérna. Það datt mér í hug hagfræðingarnir en hérna fyrst að síðasti ræðum að fór fram úr þá ætla ég að sleppa því. En ég ætla að tala samvinnu og ég er nú fæddur og uppalinn í Skagafirði, þannig að ég tel mig vera landsbyggðarmann og þar segja sumir að sé allavega mikil samvinna og samvinnuhugsjón. Það gerir mig hins vegar ekki að Vestfirðingi og ég upplýði það nú í gær að ég er sérfræðingur á sunnan, sterklega, þegar ég kom á Patreksfjörð sem var auðvitað athyglisvert fyrir mig. En kannski með það í huga ætla ég að segja ykkur það sama eins og Daði Már áðan. Ég er ekki með lausnirnar og í sjálfu sér skil ég ekkert af hverju ég er að tala hérna. Ég hefði miklu meira áhuga á því að hlusta hvað þið hefðu að segja og vonast til að fá að heyra það sterklega á eftir. En ég held að Matthías sé með ákveðin hluta á þeirri tækniþekkingu og svona virðiskeðjuþekkingu í sjávarútvegi sem hægt er að nýta til þess að finna lausnirnar í sameiningu með okkur öllum, sjávarútveginum auðvitað sérstaklega, en öllu samfélaginu held ég við þurfum að horfa svo breytt. Aðeins varðandi dagskrána, þetta kannski svona hvar liggja mörkin, hver getum við eiginlega farið í verðmætasköpuninni. Ég held að það skiptir máli. Það einhvers staðar segir í auglýsingu, það svona finish line, spurning hvort það sé í rauninni einhvers staðar mörk. Og jafnframt hvers konar hagkerfi það sem býr til þessi mörk. Það var talað súpukjötshagkerfi hérna í blöðunum fyrir nokkur síðan. Ég vil meina að matvælaiðnaðurinn, hvort sem er á Vestfjörðum eða annars staðar, sé alls ekki súpukjötshagkerfi, heldur allt annars konar hagkerfi. Og svo eru svona spurningum þessar áskoranir og það allt sem er langur til að ræða í framhaldinu. En varðandi húsið sem við búum í, þetta er hagkerfi getum við sagt og sumt getum við nánast endalaust stækkað í mínum huga. Við viljum alltaf stækka, við viljum fjölga krónunum. Þær eru jú að missa virði sitt eins og Daði kom inn á áðan og við viljum fá meira í okkar hlut. Þetta liggur bara í mannsins eðli. Hins vegar búum við takmarkaðar auðlindir nema þessa einu sem er þekking og við getum alltaf búið til meiri þekkingu. Það eins og skiptir máli að beita þekkingunni til þess að búa til meiri verðmæti. Hvort sem er menningarleg, nú eða það sem ég kannski hef meiri fókus á hérna í rauninni þessi hagrænu auðæfi. Þetta stöndum við fyrir, við ætlum okkur ekkert meira. Matthías hefur að hlutverki að auka verðmæti í matvælaiðnaði og líftækni, bæta matvælaöryggi og bæta lýðheilsu. Og ég hefði haft mjög gaman að því að segja ráðherra það sérstaklega að þetta verður ekki aðskilið. Alls ekki. Það er ekki bara að búa til nýja vörur, auka verðmæti ef við ekki hugum að því að halda matvælaörygginu í lagi. Á sama hátt er ekki hægt að horfa bara á það að setja endalausar kröfur og reglur bætt matvælaöryggi en ekki horfa til verðmætasköpunar í fyrirtækjum. Mjög mikilvægt. Atriði sem ég finnst oft skorta á að horft sé heildrænt yfir. Við erum með margar starfsstöðvar, tvær þeirra nánast spánnýjar, annars vegar á Patreksfirði og hins vegar á Grundarfirði og við tölum ógjarnan svo sem þær sem Patreksfjarðar starfsstöðuna og Grundarfjarðar heldur meira Suðurfirði Vestfjarða sem við sjáum sem eitt svæði, svipað eins og Þóroddur kom inn á áðan og svo Snæfellsnesið og svo sameiginlega myndar þetta stór Breiðafjarðarsvæði í okkar huga. Það sem við teljum mjög mikla möguleika á því að með samþættum aðgerðum með því að horfa vítt yfir sviðið að auka verðmæti mjög mikið. Kem kannski betur inn á þá eftir. Annars er hugmyndafræðin hjá okkur og ég veit að stjórnmálamenn eru alls ekki sammála mér í þessu, allavega svona heimamenn oft á tíðum. Ég átti nú ágætis umræðu við slíkan einn í Skagafirðinum daginn. Okkar hugsun er svo við viljum sérhæfingu. Við viljum geta sagt í frumkvöðul, segjum bara hérna, okkar besta aðstaða til vöruþróunar er ekki hér og við getum ekki búið til aðstöðu til vöruþróunar allstaðar. Það er ekki hægt. Ekki nema þá að menn bara beinlínis ætli að tapa á því. Við verðum að geta sagt, við höfum góða aðstöðu og topp starfsfólk hér og hér í þessu. Annars staðar erum við góð í þessu.
og við verðum að geta horft til þess að flytja fólk á milli staða í þeim tilgangi að þróa atvinnugreinar. Svo það aftur allt annað mál hvar framleiðslueiningarnar byggjast upp. Og með þetta í huga, ég býst nú að margir þekki Sigurjón Arason, sem sennilega hvað víðförulegasti sérfræðingur fiskvinnslu sem allavega ég kannast við og kendi mér nú ýmislegt. Með þetta í huga sendu við menn eins og Sigurjón út af starfsstöðvarnar þar sem að starfsstöðvarstjórarnir virka svona sem eins konar sendiherrar. Bæði reyna að toga svona upp á yfirborðið þau verkefni sem þarf að vinna í og svo leita inn í Matís með þá þekkingu sem þarf. Þetta staðan. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig hún verður, en það alveg ljóst, ég ætla ekki að hafa þetta langt, við munum þurfa að borða og Ísland og kannski ekki síður Vestfirðir munu njóta góðs af því. Þetta algjörlega skýrt í mínum huga. Við erum, ég ætla bara að segja það, algjörir aular ef við getum ekki nýtt okkur það. Það eins og margar áskoranir. Þetta eru meðal þeirra, ég ætla ekki að fara í þær allar, sem eru mjög klárar. Það búið að koma inn á olíuna, hækkandi olíuverð, fæðuöryggi afskaplega stórt atriði og það skiptir máli að í því samhengi ekki bara fæðuöryggi Íslendinga, heldur fæðuöryggi almennt og við þurfum að átta okkur á því hvers konar vörur eru það sem við viljum selja inn á hvaða markaði. Kannski eru meiri verðmæti í rauninni í einhverjum sértækum efnum, segjum bara omega-3 í sjávarfangi, heldur en akkurat próteininu sem var hort á hérna áður. Það vel mögulegt, kemur sterklega inn á það í rauninni hvernig ætlum við að selja okkar vörur og hvers konar þróun á sér stað innan fyrirtækjana til þess að selja okkar vörur. Aðeins varðandi rekstrarmálin í þessu samhengi, ég hef nú ekki tölurnar á borðinu en ég ætla að leyfa mér að svona bara með það sem kallaði gut feeling að vera ósammála því að vestfirsk sjávarútvegsfyrirtæki séu illa rekin. Og ég held kannski að það væri miklu nær að við skoðuðum málið þannig að því ég nú í stjórn félags forstöðumanna ríkisstofnana að við fengjum bara vestfirska sjávarútvegsforstjóra til þess að aðstoða okkur forstjóra ríkisstofnana varðandi reksturinn og við getum það frekar lagt til varðandi sérþekkingu starfsfólks og fleira. Það held ég sé, við megum ekki, við verðum að líta okkur nær líka í því að sem sagt reksturinn hjá ríkinu hefur ekki alltaf verið góður heldur og kannski hluti af því í rauninni svona agaleysi sem hefur ríkt í ríkisrekstri oft á tíðum. Kannski hluti af honum í rauninni að endurspeglast yfir á sveitarfélög og hafa áhrif á starfsskilyrði byggðakjarna. Hvað þurfum við til að takast á við áskoranirnar? Ég segi það þekking sem lykilatriði og þessi svona vél sem gengur í rauninni og býr til verðmæti byggir á þessu þrennu. Nú, þetta súpukjöt, spurning hvort við þurfum ægilega mikla þekkingu til að búa það til. Ég efast það, en það langt síðan súpukjötshagkerfi varð að þekkingarhagkerfi. Nefnum bara Kerecis, Lýsi, fleira og fleira. Matvælaframleiðsla dagsins í dag byggir á þekkingu. Hún byggir ekki fyrst og fremst á hráefnum. Hún byggir á þessari markaðsdrifnu hugsun sem beitir þekkingu á hráefni til að búa til vörur af ákveðnum gæðum, afhentar á ákveðnum tíma og svo framvegis. Virðiskeðjan, búið að nefna hana áður, ég leiði mér að yfirfæra hana á íslensku. Þetta tekið úr skýrslu frá AFS, hún alveg jafngild. Það eins og eitt sem hefur kannski gerst síðan að það þessi græni kassi hérna sem datt inn, landbúnaðurinn. Þetta miklu stærri mynd en bara sjávarútvegur. Þetta því lífræna hagkerfi allt saman. Hvers virði það? Hvernig getum við nýtt það í heild sinni? Hvernig getum við auka afurðir sjávarútvegs orðið til þess að minnka áburðarnotkun bænda? Það ein spurning. Getum við nýtt okkur þann infrastruktúr sem fyrir hendi í sterkum sjávarútvegsfyrirtækjum til þess að byggja undir að mínum mati afar veikan svona grunnstruktúr í landbúnaðinum? Getum við lært í hina áttina? Hafa menn sett upp kerfi í landbúnaðinum sem kann að vera skynsamlegt að horfa til varðandi sjávarútveginn og kannski í samhengi við þetta hvert hafa menn stefnt síðustu ár. Kemur því á eftir, það hefur aukist mikið verðmætasköpun í sjávarútvegi að mínum mati vegna þess meðal annars að menn hafa horft til þess að þróa greinina
á sama tíma í rauninni búið að draga nánast alveg úr þróun, ekki rannsóknum, heldur þróun í landbúnaði. Mjög lítil þróun, svona önnur en svo að kaupa þau tæki sem eru til sölu hjá umboðsaðilunum. Það nóg það. Ég sem bóndasonur, það mér leyfist að segja það. Þetta líka virðist net en ekki bara virðist keðja. Við erum að horfa á mjög marga þætti sem hafa með verðmætasköpun í sjávarútvegi að gera. Ég ætla ekki að fara ofan í þessa alla, kannski samt nefna 2, af því ég veit að það er svo óalgengt að það sé bent á hvað Hafró gerir vel. En makríll í dag næst verðmætasta útflutningstegund Íslands. 24,5 milljarður ef ég man rétt. Ég segi, Hafró á verulega mikinn heiðurskilin fyrir sinn þátt í makrílrannsóknum, grunnrannsóknunum. Þeir hafa ekki gert það einir, það hefur verið ákveðið samstarf við útgerðir þar, en það hefur líka verið heildarsýn á það að við verðum að vita hvað stofninn stór, hvernig getum við nýtt hann, við ætlum ekki að fara með hann í mjöl, við ætlum að fara með hann í manneldisafurðir, þannig að við séum að búa til mikið af verðmætum og líka geta telt fram upplýsingum gagnvart okkar, viðsemjendum það hvað við erum að gera. Þannig að það þá annars vegar fiskurinn sjálfur og svo þetta eins og menn hafa komið inn á áður að kæla hann vel sem skiptir lykilmáli. Næsta mál, ég ætla bara að fara mjög stuttlega, þetta sést ekki vel. Aðeins bara varðandi upplýsingar. Upplýsingar eru mjög mikilvægur partur og þær þurfa að batna, við þurfum að fá meiri upplýsingar hvað skapar verðmæti. Punkturinn hérna kannski fyrst og fremst að það eru ekki sömu tegundir sem skapa mest útflutningsverðmæti eins og mestur afli af, kemur engum á óvart, en það sem kannski verra að við erum að draga of mikið saman upplýsingar. Allar karfategundir í veiði verða að einni tegund í útflutningi sem leiðir til þess að menn eiga mjög erfitt með að greina hvaða karfi í rauninni að skapa hvaða útflutningsverðmæti. Og svo annar fiskur, það þarna 7. stærsta útflutningsafurðin, mjög athyglisvert. Ég þekki ekki nákvæmlega latínuheitið á þessum fiski, en þetta hefur með aukaafurðir að gera og ég held að sé alveg nákvæmlega rétt sem kom fram hérna áðan. Stundum hefur þetta verið svolítið hips haps hvernig menn hafa skilgreint afurðirnar og ég heyrði ágætis sögu á því að í upphafi þá fór allur léttsaltaður fiskur það var flokkaður sem saltfiskur og sagan var svo að einhver eldri starfsmaður Hagstofunnar hefði sagt, já ég man að amma hún sagði alltaf að nætursaltaður fiskur væri saltfiskur. Þetta hlýtur að vera svoleiðis. Það verkefni í gangi, mjög ánægjulegt og af því vorum að tala sölusamtökin áðan, á milli, hvað maður segja, svona þeirra sölusamtaka sem eru fyrir hendi, Hagstofunnar, tollstjórans, okkar og fleiri, til að skoða þetta úr í kjölinn til þess að við getum náð sem mestum upplýsingum fram, ekki bara fyrir okkur sem rannsakendur og í þróunargeiranum, heldur fyrir fyrirtækin sjálfu þetta. Þetta eru upplýsingar sem að margir hérna þekkja, aflinn, oft farið í þetta. Það sem mér finnst hins vegar áhugaverðara hvernig hafa verðmætin þróast. Hvernig hefur þetta þróast, hvað erum að fá mikið fyrir hvert kíló afla. Hér þetta að fara í mjög athyglisverðar skoðanir. Lykilatriði hérna það að við erum að skoða þetta í erlendri mynt, athugið það, að frá því, cirka 2003, þá verðmæti á kíló afla að aukast mjög mikið. Þetta eru nokkrir þættir sem hafa áhrif meðal annars hlutfall uppsjávarafla, meðal annars þróun í makríl og fleiru í þeim dúr, en það má eiginlega tengja þetta svolítið við AFS-sjóðinn. Þetta á sama tíma sem AFS-sjóðurinn kemur og þessi þróun í rauninni algjörlega snýst við. Og það setur svolítið í samhengi hvaða máli skipta rannsóknum og þróun og hvaða máli skiptir að fjárfesta í rannsóknum og þróun. Og þar kemur aftur kannski að því sem ég hefði viljað segja við Steingrim. Það skiptir máli að það sem tekið út úr greinum, sama hvaða grein það að það fari einhvern veginn tilbaka til þess að þróa greinarnar áfram. Og það gildir afskaplega mikið í dag varðandi sjávarútveginn, ég held að séu mikil tækifæri í sameiginlegu markaðsstarfi. Aðeins að fá að kannski benda á það að menn hefðu þetta geta verið búnir að horfa á þetta áður og fjárfest meira sjálfir. Mögulega hefðu það styrkt stöðu manna í þessum pólitíska leik öllum. En
lykilatriði að setja fjármuni í rannsóknir og þróun og að gera þetta samþætt. Það ekki nóg bara að fara á sovéskú leiðina og gera nákvæmlega sama hlutin í 20 ár, heldur verðum við að gera þetta þannig að við séum að þjóna þörfum markaðsdrifinna virðiskeðjum. Aðeins meiri, þetta útflutningurinn, það svona svipumynd. Þá á útflutt kíló, þetta var aflinn áðan, það sem kannski það sem skiptir þjóðarbúið mestu máli að heildar útflutningsverðmætin hafa verið að aukast talsvert. Og það þrátt fyrir að aflinn hafi verið að minnka. Þá getur maður spurt hvers vegna. Það gula línan sem skýrir það í rauninni, nýtingin að aukast og menn að spila á hérna markaðsdrifnu virðiskeðju. Þetta hefur svo í för með sér aftur að mjöl og lýsi að fara niður. Mjög skiljanlega. Tæknin spilar mjög stóran hluta þarna. Þetta hefur með umræðinu atvinnustigið að gera, en það mjög mikil aukning í verðmætasköpun, þetta eru landstölur, tekka fram verðmætasköpun á hvern starfsmann. Og það gerir fyrirtækjunum kleift að greiða hærri laun á hvern starfsmann og það svo undir hverju fyrirtæki komið hvernig sú stefna að sjálfsögðu. En ég held allavega mín tilfinning, aftur aðeins óvísindalegt, að þau fyrirtæki sem ég þekki til sem að hafa greitt tiltölulega góð laun, haft skýra stefnu það að halda í þekkingu, þau að standa sig mjög vel í dag. Og framleiðin í það góð að þú græðir eiginlega alltaf á því að borga fyrir þessa þekkingu topp starfsfólks. Alltaf að monta sig gagnvart Norðmönnum eins og hefur verið gert áður, það lykilatriði. Það sem ég langaði til að benda á bara aukalega við það sem hefur verið gert áður, það nýtingarmunurinn. Þetta þorskur og nýtingarmunurinn að verulegu leyti ástæðan fyrir því að við fáum meira út úr hverju kílói afla. Það ekki verðið endilega á þessar standardafurðir, heldur þessi nýtingarmunur og svo aftur í hvaða vinnsluleiðir við erum að fara. Það alveg hárrétt. Við erum að flytja þetta út ferskt í flaggabitum og af þeim gæðum sem markaðurinn væntir. Sem kemur aftur þessari spurningu hérna og þá getur maður annarkvort skammast yfir fiski sem ekki ísaður eða glaðist yfir öllu þeim fiski sem hefur verið ísaður og þeim framförum sem hafa orðið á því sviði síðustu ár. Og ég ætla að fá að gera það hér. Margt gott sem hefur áunnist í þessu. Engin spurning. Og til að tengja aðeins við hinnar skapandi greinar Ísafjarðarbæjar, þetta mynd úr þremur verkefni sem Matís og 3X hafa verið að vinna hérna, með fyrirtækjum tengdum hérna svæðinu. Það sem menn að horfa á hvernig á blóðgun að verða sjálfvirkari getum við sagt, sem minni vinna fari í hana, betur framkvæmt þannig við séum að skila betri holdgæðum til þess að hægt sé að búa til verðmætari afurðir. Sem svo aftur skila sér í því að það auðveldara að fara í ferskuleiðina og ekki síður, það meiri möguleikar á því að setja þetta með skipi, flytja með skipi heldur en að flytja með flugi, sem alveg gríðarlegur sparnaður. Því að það auðvitað ekki bara aukin verðmæti sem við erum að horfa á, heldur líka minni kostnaður eins og Daði benti á áðan. Og í sumum tilvikum nákvæmlega þá þetta nefnilega alveg samhangandi og í þessu tilviki það. Við náum fram meiri sparnaði með því að fara í gegnum skip en ekki flug og við þróum vörun okkar í rauninni. Það sem gerðist hér í rauninni var að menn fóru nýja leiðir bæði varðandi meðhöndlun, varðandi pökkun og fleira og tengist svo sem meðal annars þessu verkefni sem til að fá agitera fyrir familíunni, eins og við vitum, nú góður síður út á landi. Bróðir minn nýlokið við sitt doktorsnám, Björn ásamt Sigurjóni mitt og þar sem menn voru að taka þennan standardkassa, þennan fröðkassa frá Promens og breyta úr því að vera, ég maður segja kassalaga, í það að vera minna kassalaga. Þar sem menn flytja efni á hornin og minnka þar með hitaálagið á hornunum og þetta niðurstaðan í rauninni að heildar varmaflæðið í gegnum kassan mun minna. Og það þarf alltaf að nefna hversu mikil verðmætasköpun liggur í þessu, ekki bara fyrir útflytjendur á fiski, heldur líka fyrir framleiðendur á kassanum. Það hefur skipt mjög miklu máli að innleiða tækni framfarir síðustu, ég maður segja sirka síðan innleiðingu kvótakerfis. Ég ætla ekki að fara í hvert og einstakt efnisatriði hér, en það mjög margt í rauninni sem hafa mörg skref sem hafa verið stigin og það má kannski segja ef ég ætti að benda á einhvern mögulegan samkeppnis eða einhvern mun á þeim fyrirtækjum sem ég þekki
sem kannski hafa farið hraðast í hlutina og venjulega svona hefðbundnum fyrirtækjum hérna á Vestfjörðum, þá hafa vissulega verið fyrirtæki sem hafa farið hraðar í suma breytingar heldur en mörg fyrirtæki hérna. Og ég ætla bara, af því ég tengdist mitt doktorsnám var í tengslu við til að mynda Samherja og þar hafa menn auðvitað náð mjög miklum árangri varðandi ferskan fisk. Og mjög langt síðan menn byrjuðu að flytja með skipi þar, meðal annars vegna verkefnis eins og Chillon, sem var stórt verkefni á vegum rammaáætlunar Íslands og Evrópu, þess að ekki Evrópusambandsverkefni, heldur rammaáætlun Íslands og Evrópu, þar sem menn í rauninni að sækja fjármagn í rannsóknir og þróun í sjávarútvegi á Íslandi sem hefur verið greitt til sameiginlegra sjóða svona EFTA-svæðisins, getum við sagt, í heildina. Þetta skiptir miklu máli og mikil verðmætasköpun þarna, en það er líka annað sem verður eftir. Þetta er 100% þorskur allt saman. Og eftir við búin að taka flökinn, jafnvel þó svo við náum í 50% pluss miðað við slægt, þá erum við með talsvert mikið eftir. Og það er allt of langt mál í rauninni að fara yfir alla þá framþróun sem orðið hérna. Það er verið að vinna margt af því hér. Klofningur er mjög gott dæmi það hvernig menn hafa í rauninni hort sameiginlega á hagsmuni og náð árangri einmitt með þessa hluti nákvæmlega. Það er fullt að sækja ennþá og við eigum að horfa á efri stig virðiskeðjunar hvað þetta varðar. Það er engin spurning. Og hér held ég einmitt að svæði eins og Breiðafjörðurinn og Vestfirðir í heild sinni hafi ákveðið samkeppnisforskot vegna nálægðar við fiskimiðin, vegna uppbyggingar í fiskeldi sem menn verða að horfa líka til. Allt þetta skilar mjög miklu af slógi á land og mjög góðu slógi á land. Það er líka tækifæri. Og að því að hann er komið inn á hausana, þá eru margir fleiri en Haustak sem framleiða. Haustak er mjög flott og í rauninni brautryðjendur á þessu sviði, en margir aðrir að gera mjög vel og þetta er í heildina 8 milljarðar sem að voru tiltölulega fá 100 milljóna fyrir ekki svo löngu síðan. Þetta er hluti af þeirri sýn sem við höfum verið að vinna að meðal annars í samstarfi við Fjarðalax. Sviðsmyndin er jú þessi eins og Þorsteinn kom inn á áðan, gaman að sjá í rauninni hvernig menn horfa á fiskeldið, en við þekkjum auðvitað líka þær kollsteypur sem hafa orðið í þeirri grein. Ekki bara hér, við getum nefnt Chile og ef við horfum 25 ár tilbaka Noreg, þetta gerist ekki að sjálfu sér þar og hefur auðvitað verið ákveðið svona á brattan að sækja hér, en við, allavega okkar sýn er að vera í samstarfi við þau fyrirtæki sem vilja byggja upp og þá að byggja upp rannsóknar og þróunaraðstöðu sem að hægt er að nýta mjög auðveldlega. Það má ekki verða of dýrt að reka rannsóknar og þróunarverkefni, það er lykilatriði. Ekki síst þegar oft er ekki mikill skilningur hjá sjóðum einu sinni hver rekstrakostnaðurinn er. Stundum held ég að menn haldi að það sé nóg að borga einhverjum fyrir að vera fyrir framan tölvuna og þá séu verkefnin búin. Það er ekki svoleiðis. Að byggja upp mikla aðstöðu og öfluga aðstöðu sem nýtist til rannsóknar og þróunar, það kostar helvíti mikið af peningum. Það verður bara að segja svo er. Og það setur áskoranir á okkur Þorsteinn og fleiri þegar Steingrímur sker okkur niður ár frá ári. En þetta er allavega mjög áhugavert og mjög mikil tækifæri sem liggja í þessu. Nú ætlum ég að fá að hrósa Steingrími. Vöruþróunarsetur sjávarútvegsins er verkefni sem Matís sem er í gangi núna fékk úr því myndarlegan styrk, til þess myndarlegan styrk hjá verkefnasjóði sjávarútvegsins sem jú fjármunir sem renna beint frá greininni, þessi VFS-afli rennur þangað inn og þar hafa verið mörg verkefni, aftur ætla ég ekki að fara í smáatriðin, mörg verkefni síðasta sumar og þetta sumar og það má reyni segja að þetta verkefni hérna er grunnurinn að opnun starfsstöðvana okkar á sunnanverðum Vestfjörðum annars vegar og Snæfellsnesi hins vegar. Þannig að það skiptir miklu máli, sem ég vil koma framfæri hérna, skiptir miklu máli að horfa til lengri tíma í þessu og að setja raunverulega fjármuni í hlutina. Það er ekki hægt að vera með langtíma fjárfestingu, langtíma sýn á rannsókn og þróun með eilífum 1,5 milljón til 3 milljón styrkjum. Það er ekki hægt. Þeir eru fínir með. Talandi langtíma, við þurfum að horfa á menntakerfið. Það verður að samþætta hagsmuni ekki bara svæðana og atvinnulífsins, heldur ekki síður menntakerfisins alls og atvinnulífsins. Og þar held ég einmitt að tiltölulega lítil samfélög eins og Vestfirðir hafi
já, ég ætla ekki að segja samkeppnisforskot, en tækifæri til þess að verða brautryðjendur, tækifæri til þess að nýta sér í rauninni smæð samfélagana, stíga fyrstu skrefin og segjum fara með efnafræðikennslu á framhaldsskólastigi að einhverju leyti inn í fiskvinnslufyrirtæki. Það búið að stíga þetta, við höfum í rauninni, ég ætla að halda því fram að Skagfirðingar séu komnir skrifa undan hérna. Það búið að vinna þó nokkuð með hérna Fisk Seafood sem er eitt þeirra fyrirtæki sem hefur verið að leggja mjög mikið af fjármunum í rannsóknir og þróun. Það búið að vera að stíga ýmis skref þar og ég sé fyrir mér, og ég ætla bara að vera hérna svo barnalegur hérna, ég sagði í gær á fundi, ég verið nóg ungur og vitlaus til þess að mega segja það sem ég vildi. Ég ætla bara að segja það sem við horfum til þess að sækja fjármuni eins og í IPA-verkefnin til þess að byggja upp þetta samband á milli menntakerfisins, atvinnulífsins og svo rannsókna og þróunareininga. Ég held að skipti mjög miklu máli, en þarna þarf langtíma hugsun. Berglind að verða óróleg, þannig að það er skott ég fara að drífa mig. Við þurfum að framkvæma. Ég hefði gjarnan vilja vera hinum megin, hlusta á það sem þið hefðu að segja mér um það hvernig ég ætti að gera þetta, taka það til mín og velta því fyrir mig hvernig ég ætti að framkvæma. En það skiptir mjög miklu máli að framkvæma. Síðast ég vissi þá voru einnig 6 hópar í stjórnkerfinu að fjalla með einum öðrum hætti um það hvernig menntakerfi og atvinnulíf ætti að vinna saman. Ég hef ekki ennþá séð lausnina. Við þurfum að fara og gera hlutina og að sjálfsögðu þarf að gera það þannig að við gerum það rekstrarlega rétt. Það þýðir ekki bara fjárfesta í einhverju vitleysu og ánægjulegt í rauninni finnst mér hvernig sýn stjórnarformanns Byggðastofnunar er hér, þar sem menn eru að horfa á miklu strategískar á hlutina heldur en ég kannski hef séð áður. Og það skiptir máli að það er ekki slæmt að gera mistök, menn munu gera mistök og menn þurfa að læra af mistökunum. Og í því samhengi langar mig til að benda ykkur á að það er ekki alltaf mest að læra á vísindamönnum. Alls ekki. Ég held að í mínu doktorsnámi hafi ég ekki síður lært af þeim sem eru sérfræðingar í vinnslunni, sérfræðingar í veiðum, heldur en Sigurjóni eða ég tala ekki þeim sem kenndi með tölfræðina. Þannig að það má alls ekki samtalið á milli rannsóknar og þróunar og vísinda og atvinnulífsins, matvælaiðnaðarins má ekki vera upp og niður. Það er alltaf til hliðar. Það verður að vera svoleiðis. Því annars næst ekki þessi árangur sem þarf. Og svo annað, þetta er ekki alltaf í vísindaritunum sem við fáum bestu upplýsingarnar. Ég ætla bara að benda ykkur á þetta hérna. Þetta er úr Batman og segir allt sem segja þarf. Að við dettum til þess að geta staðið upp aftur, komið okkur á lappirnar og gert betri hluti á morgun heldur en við gerðum í gær. Takk fyrir.